Góðan daginn, góðir áhorfendur, og fer að hefjast leikur KA og Þróttanes í Mid-Zonadeild kvenna. Já, hér sjáum við nöfn leikmannahóps Þróttanes. Númer 1 er Sunna Júlía Þórðardóttir, númer 2 Tinna Ruth Þórarinsdóttir, 4 Kristrún Tanja Tón og númer 5 Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, 6 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, 7 Lára Ortega, 8 Anita Rakel Hauksdóttir, 9 Særún Birta Eiríksdóttir, 12 Vanda Jónassardóttir, 14 Valdís Kapitúla Þorvarðardóttir, 15 Esterún Jónsdóttir og 18 Anna Karen Marinósdóttir. Nú er komið að því að kynna byrjunarliðin á báðum liðum og byrjum við á gestaliðinu. Númer 2 Tinna Ruth. Númer 5 Heiða Elisabeth. Númer 7 Lára. Númer 9 Særún Birta. Númer 12 Alda. Númer 18 Anna Karen. Og líkur númer 14 Valdís. Og ef við rennum yfir leikmannahóp KA-liðsins, þá er hér númer 1 Halldóra Margrét Bjarnadóttir, 2 María Jóse Sansas, 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir, 4 Pála Góms, 6 Gíja Guðnadóttir, 9 Ásta Lilja Harðardóttir, 11 Andrea Þorvaldsdóttir, 12 Helga Guðrún Magnúsdóttir, 13 Arnrún Eik Guðmundsdóttir, 15 Jóna Margrét Arnarsdóttir og þjálfarinn er Miguel Mateo. Nú það vantar 2 sterka posta í Já, svo sannarlega. dag. Það er hún Elma, hún er í útlandum að sóla sig. Og Birna Baldurs er að glíma við einhver meiðsli. Hún er með meiðsli, já. Hún ætlar að vera í stúkunni að hvetja. Mælum við með að fólk bara komi og veri með henni í því. Hvetja stelpurnar áfram. Já. Þetta verður hörkuborð í dag, held ég. Já, Mjög áþekk lið. Já, bæði lið með sama stigafjölda Já. í deildinni. Já. Þannig að þetta verður áhugavert. Þetta verður mjög áhugavert. Nú við fengum liðstyrk frá Þróttanes Já, fyrir tímabilið, það má segja það, já. en þær eru náttúrulega með ýmislegt með sér. Þær eru náttúrulega frábærar fyrir öður. Já, mjög góðar. Við erum með hérna Pálu sem hún er inn á núna og svo er Gíja hérna á miðinni. Hún er enda út akkurat núna þar sem að Líbjörn er inn á. Og svo má ekki gleyma náttúrulega þjálfarinn líka. Jú. Mateo. Það er, sýnist mér, Mahó sem að byrjar í uppgjöfinni.
Og það var rétt að ljúka kallaleik þessar semjuliða, sem KA vann 3-1. Svona, mann fannst svona eiginlega óþarfa að vera að klúra hérna í sinu, en svona óþarfa mistök einhver. það var svona eins og væri ákveðið kærleysi í liðinu. En svo tóku þau sig vel á í fótboltahreinni og kláruðu þetta með stæl. Já, algjörlega. Þetta er fínn bolti. Já, þetta er skemmtilega gert. Vel bjargað þarna líka. Já. Aftur. Já, þetta er vel gert hjá Ástu þarna að taka þetta í blokkinni. Þannig að hann með fyrsta stigi í hús. Já. Þetta er svona það sem að Birna var að gera mjög vel fyrir okkur. Hún var stigasti blokkari deildarinn, held ég. Já, jú. Vantaði kannski svolítið í síðasta leik, en Ásta greinilega sýnir þarna. Hún getur þetta alveg líka. Þetta var fínundasmass. Já. Prófa nú. Já, þetta er góð uppgjöf. Það þurfa að skila boltann létt yfir. Já, ég meina þessi bolti hafi verið úti og ég held að það sé nú bara rétt hjá honum. Já, það var þetta tæpur, sko. Já, mjög tæpur. Það vandaði í uppgjöf fyrir Þróttnes. Já, Jóna tekur vel á móti þessu. Og þessi er upp í rjáfur. Ásta í uppgjöf. Já, taka vel á móti þessu. Flott miðjuspil þarna líka. Þessi fer í blokkinu út. Vel slegið þarna. Vel gert þarna hjá Jónu. Tekur á móti þessu líka. Pála alveg með hennan í gólið. Eða með viðkomur reyndar. Já. Það er svona einkennandi svolítið í kvennablakkinu. Það gengur svolítið oft svona á milli. En deytin við. Og er mjög skemmtilegt. Ok. Við mistum reyndar að þessu. Þessi er inni á línuna. Það er vel slegið þarna. Það er Pála í uppgjöf. Jónas setur þennan út. Erfiður bolti nálægt netinu.
Já, við tökum að staðan er 5-4 núna. Við ruglum aðeins að Sóbarnir tóku stíð tilbaka á þann. Já, þetta er vel gert hjá Þrótti. Já, hann á að stoppa Pálu þarna í afturliðnismansinu. Já, þetta var góð blokk. Þetta var mjög fín blokk, sko. Já, þetta er vel rifið úr netinu þarna. Skila boltanum yfir. Þrótturinn er ekki að skilja sig yfir. Það var að Jóna Margrét í uppgjöf fyrir Káa. Já, vel bjargað. Þrótturinn er að redda þessu, en Helena lemur þetta í gólfið. Frábær sókn á Káa. Matti var ekki ánægður með dómarann. Já, þetta var... Það er heppnið með þeim. Já, heppnið þarna. Á hann í neti, smá aðstoð. Það var að Særún í uppgjöf fyrir Þrótt. Þetta var góður bolti. Glæsileg blokk hérna hjá Gíu. Og hún fer þá bara í uppgjöf líka. Þessi fer í antennuna. Það var líka erfið uppgjöf hjá henni, Gíu. Gerði þetta mjög vel. Glæsileg knass. Þetta er vel gert hjá Helenu þarna. Macho er að finna Gíu með Helenu sig og Pálu þarna.
vel. Gíja heldur áfram að gefa upp. Já, Elína bara heldur áfram að negla í þær. Þessi fór í blokkinu og inn. Og Þróttur Nes sýnir með að taka leikli. Reyna að stoppa Gíu hérna í uppgjöfinni. Já, ef við rennum við það sem að komið er, þá... Já, hvað? K.A. er búinn að skora úr 6 mössum og Þróttur 3. Já. Og hvað, það eru blokkirna líka, 2 blokkir á móti 1. Við erum að gera, K.A. er að gera færri mistök líka. Já. Nei, K.A. að gera fleiri mistök rauninni. K.A. er búinn að fá 3 stig. Já, ég skil þig. Eftir mistök. Já, ok, þetta er svoleiðis. En þetta er allt í járnum ennþá. Þetta er allt í járnum, þetta verður þannig leikur held ég. Gíja er búinn að fá smá hvíld og ætlar að fara aftur í uppgjöfina. Þetta eru erfiði boltar í háinu greinilega og Þróttur þarf að skila hún bara auðveldlega yfir. Mér sýndist þetta nú að vera í lagi sko, þetta var slag. Vel bjargað hjá Þrótti á hann líka. Já, þetta var full erfitt. Já. En K.A. kom með 5 stig í röð, þannig að... Já, Gíja heldur bara áfram. Stoppar Þróttur þessa hrinu K.A. Hvað skoruðum 5 í röð að ekki? Já. Við erum með 3 stiga forskot. Góð vörn hjá K.A. þarna. Já, og Pála setur hann í háhörðina. Þetta er vel gert hjá K.A. Þá er Pála komin fram. Já, þá er hann komin í framlínu. Það er svona net núna, en stíði var engu að síður. Já. Þróttara. Já, góð móttaka þarna hjá Arnóru. Og Helena setur í blokkina og þær skilir sig strax yfir. Já, þessi er úti. Og þá er Helena komin í uppgjöf. Þessi var úti. Þessi var úti. Þá eru bæði lið búin að klúra einni uppgjöf. Þetta var fín uppgjöf hjá Vöndu. Arnór í smá erfiðleikum þarna með fingurslæði en það er bara næsti bolti.
Flott vörn hjá Þrótti, rífa hann upp á gólfinu þarna. Smá misskilningur svona. Já, þær töluðu ekki saman. Þessi er úti. Þá var Ásta komin í uppgjöf. Já, þessi var inni. Það verður Lyngdal að vinna. Já, það má segja það. Þetta var vel gert hjá báðum liðum. Káa skilaði þessu í gólfi. Já, Ásta með erfiðan bolta þarna. Þróttur tekur leikli. Já. Þetta er svo sem ekki búið. Nei, það er nóg eftir. Sjáum það meistaraflokkur karla, þeir fá lítinn tíma til leikja. Þeir þurfa að nýta tíman hérna núna og teygja. Já, þeir eru öruggir hér í línuvörslunni. Já, þeir eru flottið þessir. Þá byrjum við aftur. Já, þá heldur Ásta áfram í uppgjöf. Hún er að skila þessu vel yfir og erfiðir boltar. Það er vel varist á báða bóða. Já, þetta er rétt hjá Magnús, þetta voru 4, boltinn fór ekki yfir. Það var að Ortega í uppgjöf við Þrótt. Þetta er flott móttakið á Arnur þarna. Já, vel slegið hjá Jónu og fer í blokkinn og út. Þannig að þetta aftur komið í 4 stig. Já, og Pála í uppgjöf. Jóna setur þennan í netið og Þróttur fær þennan bolta. Það er þetta stig. Þá er hún Tinna komin í uppgjöf fyrir Þrótt. Já, það er svo stuttur. Jóna Margrét komin í uppgjöf hjá Káa. Góður bolti þarna. Þessi er sleginn út. Þessi er sleginn út, já.
gefur upp fyrir Káa. Þróttur gerir skiptingu. Heppninni með Káa líka þarna á. Þeir í netið og held blokkina líka og í gólfi. En Jóna gerði vel líka að bjarga boltanum. Hún heldur bara áfram í uppgjöf þá, staðan 21-15. Komin 6 stig á fórustaf sem það mesta í hringunni. Særún komin í uppgjöf fyrir Þrótt. Hún setur þennan út. Þetta var 4. misheppnaða uppgjöfin hjá Þrótti. Já, hjá Þrótti. Og Káa með 2. Já. Og Gía komin í uppgjöf stöðunni 22-16. Þessi dettur á línuna. Já, hann var í reynst tæpur og hann getur orðið. Já, ég held að við séum á besta þar til að sjá þetta. Það var mjög tæpur. Já, óöppin þarna. Já, þá hugsanlega síðasta uppgjöfin. Svo það sé ekki örugt. Já, þetta vel slegið. Þá vinnur Káa fyrstur hinna. Já, má eiginlega segja nokkuð örugglega. 25-16. Já, hér sjáum við Já, tölfræðan og fyrstur hinnu. Já. Líkur sem 25-16 fyrir Káa. Og það er greinilega kröttur í sókn hjá Káa-liðinu. 12 stig eftir smöss á móti 4. Þetta að Káa að skila þessu meiri yfir úr smössunum. Það er bara að verður að segja. Því að það er jafnt á flestu öðru. Það eru hvort lið með 1 árs. Já. Káa með 2 blokkir á móti 1, en svo eru bæði lið með 10 stig eftir mistök mótherja. Já. Og bæði lið tóku rispur. Káa náði mest 5 stigum í runu á móti 4 sem Þróttarar fengu. En já, Þróttarar komust yfir í hrunni. Þeir komust sem einu sinni í 2 stiga fórustu, en Káa endar þetta með 9 stigum. 9 stiga fórusta. Það verður að telja svolítið örugt, en ég held að Þróttarinn eigi mikið inni. Og Káa liði líka. Það verður hörkuspennandi leikur held ég. Já. En þó að það vanti þess að 2 sterku pósta í liðið, þá eru hinnar að skila sínu. Algjörlega. Sjáum það að Jóna kemur inn fyrir Elmu og búin að skila ágætsleik, hringleik, og hún hefur fengið að spila, koma inn á sem uppspilari í fyrirleikjum í vetur. Og eitthvað að vera að prófa hana þar. En hún er kantur og mjög góður kantur.
Þannig að þetta bara flott. Svo kemur Ásta líka inn fyrir Birnu og það gera bara mjög vel. Byrjaði leikinn á að skora úr blokk. Þannig að þetta bara mjög flott. Ef við rennum að ganni aftur yfir K-liðið. Þá hér nummer 2 María Sanchez og 3 Helena Kristín. Pála nummer 4, Gía nummer 6, Ásta Lilja nummer 9, Andrea nummer 11, Helga Guðrún nummer 12, Arnrún Eik nummer 13, Jóna Margrét 15 og þjálfarinn Matteo. Þarna vantaði, við sýndum Jónu, Halldóru í byrjun og rannst yfir hana. Hún var þarna fyrst. Já. Og svo náttúrulega á bekknum Stefano, aðstoðarþjálfari. Já, það smá spænska þar á ferðinni. Já, þeir eru stundum í heitum umræðum þar. En leikurinn byrjar aftur og Helena skilaði þessum bolta vel yfir. Þetta flott afturlínumaður sem Arnrún sér við því og Pála tekur líka afturlínumaður svo það ráð ekki við það. Þannig að halda áfram þessum ráðhorfið. Já, Makko kominn í uppgjöf. Áttu síðustu 4 stig í finnina undan og þannig að nú komið 5 samtals í röð. Já. Og 1 í viðbót. Já, Helena tekur hennan og setur hann yfir, vel yfir. Kraftur í öllu. Já. Já, þessi var vel inni. Það vissu upp á sér sökkina þarna, Jóna og Makko. Særún hérna lengst til hægri á vellinum. Já, setja hennar bolta út. Þessi inni. Já, þetta var virkilega vel gert. Þetta var mjög flott hjá þeim. Já, Pála lemur þetta í netið. Þá Anna Karin komin í uppgjöf fyrir Þrótt. Það rétt nær ekki yfir. Þessi úti, Helena setur hennan út.
fyrir Þrótt. Og Helena tekur á móti. Og Pála í blokkina. Það ná að skilja sig yfir. Arnur spilar upp. Ég held að þessi hafi ekki farið yfir. Ég held að þessi er rétt hjá Marn og hana. Já, fram í 4 snendingar. Já. Þannig að Þróttur jafnar leikinn. Þessi er úti. Já, það er rangur snúningur á Káa. Já, ég held að sko Mahó hafi verið fyrir aftan Pálu. En ég er aðeins að... Nei, ok. Við vorum með stíginn rétt. Þeir eru að laga þetta hérna í húsinu. Já. Já, þetta er bara góð uppgjöf. Það eru bolti hérna fyrir Arnur, en Heiða heldur þá áfram í uppgjöf. Já, Pála setur hennar bara í hornið. Vel gert hjá Káa að stoppa þetta. Káa er komið undir, 6-7. Já. Já, góð móttaka hana. Ortega setur hann í blokkina og niður. Þetta er vel gert hjá Arnur þarna. Nei, og Gíja ætlaði að setja hann beint niður þarna en hitti beint á strengin og aftur yfir. Það vandi áfram í uppgjöf. Og hún setur hann í netið. Það var Jóna í uppgjöf fyrir Káa. Það var flott mann sér Tinnu, sett í blokkina. Þannig að þær mæta sterkar til leiks í þessari hrinnu. Já, algjörlega. Já, þessi úti, Ortega sér þennan bolta út. Þetta eru dýr mistök. Já. Þetta er fjórða klikkaða eða misheppnaða uppgjöfin hjá Þrótti Nes í þessari hrinnu. Já, í þessari hrinnu sko. Það er svolítið mikið. Þetta er góður bolti hjá Gíu. Já, Helena bara neglir þarna í hávörðina. Vel gert hjá henni. Fín blokk hjá Káa. Tinna tekur hann, fara hann aftur. Já, þetta er vel bjargað þarna hjá Pálu.
Já, það er mikilvægt að klára þessi rally, Já, þessi löngu rally. býsna langt. Og allt orðið jafnt aftur. Það var allt orðið jafnt. Gígja áfram í uppgjöf. Þetta er flott miðjuspil. Þá er Tinna Rut komin í uppgjöf fyrir Þróttnes. Skilar þessu vel yfir en Jóna er með frábæra móttöku og Helena setur í blokkina. Þetta er vel gert. Það eru að ná að rífa boltar hérna upp á gólfinu, Pála. Já, þetta er og lengri svona remur í kvennabakkinu. Já, já. En þetta er bara skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Þessi var nú bara í Mason. Já, þessi var í Mason og hann stóð út af vellinum, þannig að þessi var úti. En já, eins og þú segir, þá er lengri hrinur í kvennabakkinu og það svona gerir þetta kannski áhorfsvænna. Ég held ég sé ekki að fara með rangt mál, þá er held ég kvennabakk vinsælla heldur en karlabakk í heiminum. Já. Þessar heimildir hef ég frá Arnari Má, formanni ekki Blackdeildar. efast um það. Sko. Nei, það er ekki hægt að efast um það. Já, já. Helena skilar þessu enn og aftur. Það er bara að leiða stóið. Já. Já, Þrótturnes tekur leikhlé. Já, það voru komið hérna 4 KST í röð, þannig að þeir verða að gera eitthvað. Já, bæði liður með lengstu stigar inn í þessari hrinu 4 stig. Enda þessu upp á skjáinn. Já, þetta er flott grafík. Sjáum það að Káa er að skora 8 stig úr smössum á móti 5 hjá Þrótturnes. Þróttur á reyndar einn ás á Káa. Já. Mistökin eru svona svipuð í heildina, sko. Já, en Þróttur er að klúðra fleiri uppgjöf. Það er eða er að klúðra uppgjöf í þessari hrinu. Káa er ekki búið að klúðra uppgjöf í þessari hrinu. Nei. Og þá er að Mahó áfram í uppgjöf. Já, já. Já, Heiða setur bolta niður hérna, eða í Jónu og Þróttur skorar. Og þá er Særún í uppgjöf fyrir Þróttnes. Þetta var góð uppgjöf, en Káa nær að skila þessi yfir. Jájá. Það spila á miðuna, þetta er flott spil á miðuna. Já, þetta ber árangur. Já. Innstigsmunur.
aftur Káa í vandræðum. Og þessi inni. Nú var heppnin með Já, þetta var heppnin með Káamönnum. Það erfitt að átta sig á þessu þegar boltinn svona hár. Það var að helna fyrir Káa. Með svokallaðan flotbolta og það ráði ekki við hann. Góð uppgjöf þarna. Þá er það annar leikli. Þróttur tekur það. Já, það er ekki margt gert svo sem á milli leikliðanna. Nei. En hann vildi ekki einlega stoppa þetta strax. Já. Það er svona þeir að reyna að taka það sem í uppgjöf úr jafnvægi. Ég hef fulla trú á Helenu að hún fer ekkert í jafnvægi þetta. Já, áfram haldar á viðinni og það skilar árangri eins og þú segir á hann. Þessi er inni. Já, Pála skilar sig yfir og Þróttur þarf að gera það sama. Þetta er tvíslag. Og þá er staðan jöfn. Já. 16-16. Þær eru seigast. Algjörlega og Anna Karin ennþá í uppgjöf þá. Já, frábæra móttaka þarna hjá Arnþrúði. Og þetta var frábær sókn. Mahó hann að finna Pálu. Og þá er Ásta í uppgjöf fyrir Káa. Já, Jóna ætlaði að lauma þarna yfir. Hann fékk hann tilbaka og hann datt inn á okkar. Já, ég ná Helmi Káa. Og þá er það Heiða í uppgjöf. Já, hún setur hann þarna á systur sína. Hún þekkir líklegast veikleikana hvað best. Ef maður má segja svoleiðis. Þá tekur Matteo leikli. Þetta er æsispennandi leikur. Þróttur búinn að skora núna 2 í röð og staðan 17-18. Já, þetta verður allt í járnum. Það held ég. Káa reyndar endaði með góðum svetti á hann en Já. Það er ekkert, segir ekkert endilega til þennan endi. Nei. Þróttur er komið núna fleiri stig heldur en þau skoruðu á hann, þannig að
bara að sjá hvað Matteo hefur sagt við þær. Þetta er frábært afturlínuspunni þarna yfir heilinu. Já, Maká finnur Pálu og það er stig. Pála í uppgjöf við Káa. Ortega setur henni í gólfið. Flott smass hjá henni. Káa gerir, nei, Þróttur Nes gerir skiptingu. Það fer Vanda. Kristrún. Já, Kristrún kemur inn á. Hún skilaði ás. Já, hún skilaði ás hana. Það er ekki amaleg innkoma. Nei, alls ekki. Það var bara spurning hvað hún gerir núna. Já, aftur með flottan bolta yfir og annar ás. Staðan 18-21 og Matteo tekur annar leikli. Þróttur er komið með 5 ása í þessari hrinu. Á móti einum hjá Káliðinu. Já, þetta er svolítið skemmtileg tölfræði. Hvorum með hvað segir? 5 ása en svo líka 4 mistök í uppgjöf. Já, 4 misheppnaðar. Já. Káa ekki. Það er ekki Þróttur Nes sem er með 4 misheppnaðar. Jú, fyrir. Já. Það er semst búin að skora 5 úr uppgjöf og skora 4 fyrir Káa. Já, nú tekur Káa á móti þessu. Já, þeir dæma báðir touch. Báðir línuverðir dæma touch. Marino er ekki á sama máli. Já, Marino vill fá leggsa til sín. Já, Marino. Það er endur tekið. Leggs er alveg viss það. Þessi hafi verið touch og það er að samfara Marino það er endur tekið. Og öppnar þarna, það er komið smá hasar í leiki núna. Það voru mistök hjá Þrótti og það fyrir Jóna í uppgjöf fyrir Káa. Þetta er flott uppgjöf. Já, Gíja blokkar þarna. Þannig að munurinn er komin í 1 stig aftur. Já, það er 20-21. Það var þessi úti.
Þetta sveiflast. Þetta sveiflast og nú er allt í járnum. 3 KF-stig í röð. Já, öflug uppgjöf þarna. Það er takk á móti þessu. Ortega setur hún út. Mánu kannski að nefna það að ef einhver er að horfa á hana leik og það var Liverpool að skora. Já. Þeir gera það stundum. Já. Hérna skorar Tinna flott stig, blokkar í, smassar í blokkina. Helena slæðir hann, er búinn að svara henni tvisvar með fínni móttöku. Þá er það Tinna, hún laumar. Káa setur hann aftur yfir. Já, flott stig þarna fyrir Káa. Þetta var langt rally og mikilvægt að skora úr þessu. Staðan 23-22 fyrir Káa og þá er Gígja komin í uppgjör. Svo er þetta. Þannig að ennið jafnt. Já, 23-23. Þá er Tinna komin í uppgjör. Og það er ás. Jóna var ekki með þennan bolta. Já, þessi fór út. Þannig að við fáum upphækkun. Já, það er orðið staðfest. Þá er Marko í uppgjöf. Já, skilur honum vel yfir. Ásta þarna vakandi. Það er Hazard. Matteo vill meina að þetta hafi verið 4. Já, þeir eru ekki á því. Nei, ég held að Ásta hafi farið í boltan, blokkaði boltan. Og þá getur Þróttur klárað þetta, þessar hinu. Já, gera það. Já. Þannig að það er sem sé jafnt. 1-1 í hrunumtalið. Já. Og ef við rennum yfir hvernig þetta gekk fyrir sig. Kannski merkilegast þarna ásar. Þróttur er að skora 7 ása. Smössin eru svona svipuð. Káa með 10 skorustig og Þróttur með 8. Já, Þróttur 7 og Rásum á móti 1. Já. Svo eru laumur og blokkir svipaðar. Káa er að fá þarna 10 stig eftir mistök. Já. Á móti 7. Já, Káa klúrar 1 uppgjöf á móti 5. Já.
En já, svo sjáum við líka að þetta var allt í járnum. Það eru bæði lið náðu 4 stiga runni og forustan var 3 stig. Já, hjá hvoru liði. Já. Það er alveg klárt, þetta verður magnaður leikur. Þetta er hvergi nærri búið. Nei. Já, hann er konið í þriðju hreinu og það er Makkó sem byrjar í uppgjöf. Þetta er flott miðjuspil en Káa ver þetta vel í hávörðinni. Það var að Tinna í uppgjöf fyrir Þróttnes. Og móttaka þarna hjá Páli og hún fær boltan aftur en Essi er úti. Já, þessi lekkur yfir. Það er erfitt að eiga við það. Já, þær halda áfram þar sem að eins og það kláruðu fyrir náðan. Svo sannarlega. Þannig að það er alls konar með 5 stig í röð ef við splittum eða tengjum saman hrinundar. Já. Þarna Ásta. Þetta er frábær blokk. Það var að Helena fyrir Káa. Já, það fyrir að senda Grattis yfir. Já, Tinna í afturlínunni setur hann yfir. Aftur setur hún í strengin eins og uppgjöfin áðan. Og Særún. Flott stig á Þrótti.
Það er staðan 5-1 og Særún heldur áfram í uppgjöf. Það var ástæð fyrir Káa. Það er vel slegið á Heiðu. Þetta er gaman að sjá miðju spil. Það skila oft árangri. Aftur miðja. Markó er að finna Gíu þarna. Pála heldur áfram í uppgjöf. Flottur þetta stig. Það er að Heiða komin í uppgjöf. Arnór gerir vel hérna. Aftur miðju en er svaraði núna Róttur. Já, þetta er vel gert hjá Jónu, þessir inni. Þá fer hún bara í uppgjöf. Áhefni hérna. Dregur ekki yfir. Vanda hinum megin. Það er bara sama þar. Það er staðan 6-9 og Gíja í uppgjöf fyrir Káa. Já, þetta er vel gert hjá Ástu þarna. Hún var lengi að koma yfir. Já. Sem var náttúrulega ruglaði þar aðeins í rýminu. Algjörlega. Tinna að skila þessu yfir. Þá er Ortega komin í uppgjöf fyrir Þróttnes.
Þetta er vel gert hjá Þrótti. Já, það er rúlað þessum yfir. Já, Tinna skilur hann aftur yfir. Já, þarna vantar nú fleiri leikmenn með Jónu. Það hefði nú getað skilað þessu yfir held ég. Það hefði nú farið með henni. Já, Þróttarar hafa heldur tekið frumkvæði í leiknum. Það má segja það, já. Það er Káa sem tekur leikhlé. Já, Þetta er 12-7 fyrir Þrótt og það er konum með 4 stig úr Smössum á móti 1. já. Einn ás á móti engum. Og svo já, svo 1 lauma á móti 2. Já. Þá var búin að blokka einu sinni. En núna er það hérna mistök Káa sem er að Já, skila með þessa fórastu. Það eru 5 mistök hjá Káa á móti 2 á Þrótti. Og það er leikhlé búið og Árteka er ennþá í uppgjöf. Já, Helena skila þessu vel yfir. Glæsileg blokk hjá Káa. Makko heldur áfram í uppgjöf. Staðan 12-9 fyrir Þrótt. Já, þetta var vel gert á Þrótti að spila svona vel upp á Pálu. já, með þakka fyrir svona. Já, menn þakka pent fyrir þetta. Og leikurinn að jafnast aftur. Já, Og Þróttur leiði með það með 2 stigum. smá spillingur þarna, já. Arnór gerði vel að ná þessum bolta upp en það vantaði einhvern taka bolta 2 sem er yfirleitt bolti uppspilara en náði þessum ekki. Það var að Tinna í uppgjöf. Fastur bolti. Helena. Já, það er touch. Það var Helena komin í uppgjöf. Já, þetta er vel bjargað af Helenu. Særún setur hann þarna í blokkina og í gólfið. Þá er staðan 14-11 og Særún er komin í uppgjöf. Já, Jóna kallaði þennan bolta allan tíman og skilur honum í gólfið í staðinn.
fyrir að fá hann. Það var Ásta í uppgjöf fyrir Káa. Heiða setur þennan í blokkina. Flott smass. Það er Anna Karin komin í uppgjöf. Þarna. Frábær vörn og frábær sókn. Já, hún er svolítið í þessu, setur hann aftur í blokkina og skilar stigi. Já, þær halda þessu alveg í heljartökum. Þrjú stig. Já, Pála skorar hana. Sýnist nú Filip ætti að hætta í símanum og setja stig upp á töflu. Já, ég held að sé pottþétt, það er 16-14, já. Þeir eru konið með það. Já, þetta er vel gert hjá Helenu. Það er bara að negla boltan. Þetta er rafmagnað. Já, Jóna setti boltan yfir í fyrsta þarna og það skilaði stíði. Ég held að það er reyndar ekki að gera þetta. Nei, en þetta á óendað, það reynist oft happadrjótt. Algjörlega. Já, þessi er úti. Þá er það skipting aftur. Eða ekki aftur, það er skipting í þessari, fyrsta skipting í þessari hrínu. Kristrún gefur inn á í uppgjöf. Það reyndist þeim happadrjótt áðan. Algjörlega. Skoraði hvað, 2-3 ása í röð? Já, allavega það. Já. Já. Helena skilaði þessu vel. Já, þetta var flott smass. Algjörlega og mjög mikilvægt að stoppa þær þarna. Það var að Gíja fyrir Káa. Stöðunni 17-17. Já, árið tilbúinir dómararnir.
Já, þetta að verða langt rally. Það klára Helena þetta. Þannig að KA komið yfir eftir töluvert langa bið. Já, þetta ekki bara fyrst skipti í þessari hrinu? Já, hvað er að gera? Jú, þetta er mesta fórhætta sem KA hefur náður hrinni. Já. Þannig að það er staðreynd. Já, það er búið að breytast töluvert þarna þar sem að KA er búið að skora núna 8 stig úr smössum. Já. Þannig að og líka náð 3 blokkum sem að vikta dálítið. já, blokkirnar gefa. Já, þetta er líka svona gott fyrir sjálfstrausti líka. Algjörlega. Góð uppgjöf á Gíu. Tinna setur hann í blokkina. Já, Helena. Það reyndar blokkuð hana en það dugði ekki til. Þessi fór í gólfið. Það var að Gíja áfram. Glæsileg blokk hérna. En svo við tölum rétt á þetta gefur rosalegt sjálfstraust. Já, komin 4 stig í röð og Þróttar að reyna að stoppa þetta með öllum ráðum. Það er öllum ráðum breytt. Þetta er vel gert þarna hjá KA. Þarf ekki alltaf að vera fast. Já, þetta var vel lesið hjá Þrótturum. Þarna var ekki nokkur maður. Það var enginn þarna, nei. Veistu þetta vel. Það var Ortega komin í uppgjöf fyrir Þrótt. Stöðunni 21-18. Jájá, flott uppgjöf en Arnrún svaraði þessu og með frábæri framspili og þá er þetta að skila boltana vel á Helenu sem að neglir honum í gólfið. Ramakó fyrir KA. Þetta er vel gert hjá KA. Hann fengur boltan auðveldan yfir og þakkar fyrir það. Já, Pála lætur hún ekki bjóða sér svona.
nema að nýta það. Nei, nákvæmlega. Já, Særó vill meina þessi að vera inni en ég held að Alexis sé með þetta alveg hreinu og frá okkar sjóðhóttu líka, þá var þessi úti. En hann var vissulega tæpur. Hann var mjög tæpur, já. Já, þetta er fastmark til við þarna. Það er ekki hættar. Hvergin er hættar. Káa þar reyndar bara 1 stig en það getur allt gerst ennþá. Þannig að fer þá bara í uppgjör. Það er góð móttaka á Pálu, hún fær hann aftur og setur hann í blokkinn og niður. Það með staðan 2-1 fyrir Káa. Og hér sjáum við hvernig þessi þriðja hrinna spilaðist eða kláraðist. Já. Það er sem sagt staðan 25-19 fyrir Káa. Það eru 12 smöss á móti 8. Það ægilega var breyting þarna þegar leið á hrinna. Já. Náðu Káa að snúa svo við. Já, einmitt með þessu. Með góðri sókn. Já. Það er þegar framspilið er gott þá er þetta að fara í taka góða sókn og það skilar oft árangri. Já. Það er hérna líka í þessari hrinnu 4 stig úr blokk. Það er náttúrulega bara mjög gott. Já. Laumuna líka, það eru 4 á móti 2. Og lengsta stigar hérna er þá 5 Káa megin og 3 Þróttar megin. Já. Og þetta er eins og áðan líka að sveiflurnar voru dálítið miklar. Algjörlega. Þróttarar voru konið með 5 stiga forystu en Káa snýri sig við. Káa snýri sig við og klárar með 6 stiga forystu sem er hæsta. Það mesta sem gerist í leiknum. Já. Já. Þá er spurning hvað gerist næst sko. Já, það er hvort að... Nú er allt undir hjá Þrótti. Já. Við erum bara Káa ná að halda þetta út og klára leikinn. En eins og við erum búin að tala um áður að Þróttur á eitthvað inni og gæti vel haldið sér inn í leiknum. Sko fyrir leiki dagsins þá var staðan í deildinni sem hér segir. Já. Það var leikur í dag, Völsungur Álftanes eða ekki, hann er ekki inn í þessari töflu. Nei, þetta var sem sé fyrir leiki dagsins. Og Völsungur tók Álftanes 3-1. Já. En það þýðir að Völsungur er þá með 9 stig. Nei, 10 stig. 10 stig, já. Þeir fá 3 stig út úr þetta. En halda sig þá bara ennþá í 4. sæti, þar sem Þróttur er með 11 og Káa... Svo er bara spurning hvernig stiginn deilast núna. Já. Já, Káa er klárlega að koma með 1 stig. Já, það er þannig sko. Þannig að eins og staðinn núna, þá er Káa á toppnum. Ef þetta er svona live tabla eins og við tölum um. Þá er bara allt til reiðu. Tinna byrjar í uppgjöf fyrir Þróttnes.
það er verið að yfirfara uppröðun og viðskipan. Ekki alveg vissar á þessu en það sýnst að vera komið. Jó, þetta er samþykkt. Þetta er fín blokk hérna hjá Þrótti Nes. Enn er það miðjan að skila. Það var vel gert hjá Þrótti þarna. Þetta var mjög góð uppgjöf og erfiður bolti og þetta skilar ás. Það er alveg á línuna. Flott massi á Hilnu en það svaraði þessu Þróttarar og rífa hann upp og svo skora þær. Já, það er að það svara fyrir sig. Já, þetta er bara svona svipað eins og í hrinu og undan. Já, það byrjuði betur. Já. Gera það svo sannlega hér, konar í 3-0. Þetta er flott massi á Hilnu þarna. Þróttur þarf að skila boltanum bara yfir. Aftur að Hilnu en þessi er úti. Jóna þarf að spila upp og Hilna setur hann yfir. Hörkus Mass, frábær móttaka. Ára Pála í afturlínunni. Já, Ásta gerir vel þarna. Alveg vakandi og setur hann þar sem að enginn er. Þá er Marko komin í uppgjöf fyrir Káa. Stöðunni 4-1. Laus bolti á miðjus Mass en Arnrún er þessum upp og Hilna verður á. Þarna hefðu nú getað gert eitthvað þarna. Þetta var fast Mass og lítið að gera þessu. Kallarnir sýndu einmitt ágætt að fótboltatakta hérna í leiknum á undan. Já, það var nefnilega þannig. Já, Heiða gerir vel hérna, setur henni yfir blokkina. Góð móttaka henni á Tinnu. Helena blokkar síðan. Og Heiða gerir vel og skorar fyrir Káa. Nei, fyrir Þrótnesi. Já, heldur Ortek áfram í uppgjöf. Staðan 6-2. Já, Jónas spilar upp á Pálu. Þetta var vel lesið. Þetta var vel lesið. Þarna var enginn.
staðan 7-2. Þær eru konar með 3 stig í röð núna, Þróttur. Já. Og 4. Það var góður ás, erfiður bolti. Og Káa tekur leiklega. Ættu eitthvað ræða við stelpunum núna. Já, þetta er náttúrulega ekki alveg svo byrjun sem menn vildu. Nei. Það er að segja Káa megin. Akkurat. En já, það er mikið eftir. Já. Þróttur er að gera vel. Já, þeir eru á góðu rönni núna. Já, það er spurning hvað gerist. Það er Ortega sem er áfram í uppgjöf fyrir Nes. Þessi er úti. Helena komin í uppgjöf. Góð móttaka með Helenu og Pála har boltan. Þessi er úti. Já, hann var nú ekki langt frá línunni, en nóg. Já, þessi var nóg. Særún, uppgjöf, komin í uppgjöf. Já, Marko skilur þessum yfir. Ójæjæj. Það er staðan 10-3. Já, Jóna setur hann í blokkina. Já, Tinna setur hennar langt út. Reyndu þarna afturlínumass. Já, en það er leið ennþá með 5 stigum, þannig að það þarf að gera betur. Já. Þessi fór í netið hjá Ástu. Það var að Heiða, komin í uppgjöf. Þessi er úti. Já, liðin skipta þá að klikka aðeins á uppgjöfu núna. Já. Fín uppgjöf þarna. Þessi bolti er allt og nálægt netinu og það ná ekki að skila honum yfir. Já, munurinn er komin í 4 stig. Já, Pála klikkar þarna. Setur hann í netið.
Þrótturinn er ekki að skila þessum yfir. Það var að Jóna í uppgjöf fyrir K.A. Þetta er góð uppgjöf hjá Jónu þarna. Já, K.A. þarf að setja boltan yfir. Elina blokkaði þarna vel en þar náðu þessu upp og skora. Fín blokk á Þrótti þarna. Í staðan 14-8. Vanda er inn í uppgjöf. Já, K.A. þarf að skilja þessu yfir bara. Það voru tvær settingar. Já, hún mokaði boltanum hana. Já. Þær eru sterkar Þróttakonur. Sannarlega, það er sína það hér, staðan 15-9. Já, Arnur með þennan. Það var að Helena og setur í blokkinu út. Það er spurning hvort að K.A. ætlar ekki að fara að snúa þessu bara við núna og það er Makko sem fer í uppgjöf þá og hún skilar sér vel yfir. Já, Mason vil meina þessi sé úti. Já, Marín á samþykkið það. Það var svona lengi að ákveða sig. Já, mér fannst erfitt að sjá þetta. Já. Makko setur hann aftur yfir bara. Það er miðjan og Helena fær boltan aftur og blokkin út. Það var orðið 3 stig. Já, þetta er aðeins að detta K.A. megin núna. Já. 3 stig í röð. Það var flott spil hjá Þrótti. Já, blokkin var ekki mætt. Ekki nógu vel. Nei. Flott Arnrún hérna og Pála neglir boltan. Þetta... Já, henni á að berga þessu. Heldur þessi að hann fara í antennuna. Eða út hjá. Það var alltaf eitthvað óhreint við það. Já. Og Helena hóði uppgjöf fyrir K.A. Góður bolti. Já. Heiða setur hann bara í blokkina út.
Það er 17-13, 4 stig. Særún í uppgjöf. Já, Jóna þarf að skilja sig bara yfir og gerir það. Já, K.A. fær hann létt yfir. Það eru við boltið sem Pála fekk, hún skilja honum yfir líka. Þarna Ásta eins og áður, skilar þessi í gólfið. Hún er góð í þessu. Góð blokk. Þetta er glæsilega gert hérna hjá K.A. Já, þeir eru búin að ná að saksa þetta niður í 2 stig. Já. Þetta er að stefni að æsispennandi leik. Já, góð uppgjöf hjá Ástu. Já, það ná að blokka Heiðu en hann fer í gólfið. Það var Heiða komin í afturlínu, hún er að fara að gefa upp. Þetta er flott uppgjöf en enn betri móttaka og já, K.A. skilar þessu. Flott smass í hávörðinu út. Þá er Pála komin í uppgjöf fyrir K.A. Já, smá vandræðagangur þarna. Já, þetta er net á Þrótt. Myndi ég halda. Nei, þetta er maður net á K.A. Það var staðan 19-16. Anna Karin í uppgjöf. Skilja þessi vel yfir. Á, Jóna gerir vel þarna en Þróttur nær þessu upp á gólfinu. Hún þarf að skila þessu yfir. Já, Jóna lemur fast núna en Það er blokkað þetta. það er blokkað þetta og gera vel. Já, Matteo tekur leikhlé. Það er stöðunni 20-16. Já, þetta er svona Þróttur er svona yfir á flestum sviðum. 7 smöss á móti 6, 2 ásar. Já. Það er svona það sem skilur liðin að. Já, jafnt í laumum og blokkum. Já. Mistökin svipuð, Þróttur búin að fá 8 mistakastig á móti 7. Já. Það er nóg eftir, það er 20-16. Sýnist Arnrún, nei hérna Andrea ætla ég að segja, gera sig klára þarna á hliðarlínunni. Þessi er úti. Hann býður ennþá með á skiptingu. Þessi er úti.
kemur Andrea. Ætlar að skipta við Jónu. Já, góðu bolti hjá Andreu. Gíja þarf að spila upp á Helenu sem gerir vel. Þróttur þarf bara að skila boltanum yfir. Aftur fær Helena boltan og hún skilar honum yfir vel. Laus. Þarna, Gíja á miðunni. Þessi er úti hjá Andreu. Já, þeir eru komnir í vanlega stöðu. Já, þá kemur Kristrún aftur inn. Fyrir Þrótnes og hérna Jóna kemur inn hjá Káa. Skilar sér vel og Jóna tekur vel á móti líka. Það var flott smass hjá Ortega og 23-18. Þá vantar þeir bara 2 stig til að klára þessa runu. Já, og tryggja sér 1 stig á lágmarki. Já. Þessi er úti. Já, það kemur Gíja í uppgjöf fyrir Káa. Búin að vera virkilega öruggur dag í uppgjöfunum. Já, Þróttur kallar á leikli þar sem að Þróttur stóð vitlaust og Káa hefði líklegast fengið stig hérna ef við höfum haldið áfram. Já, en eins og ég var að segja, Gíja er búin að vera að skila boltanum vel yfir í uppgjöf og við erum reyndar ekki með tölfræði yfir en ég held að hún sé örugglega búin að taka flestar uppgjöfir fyrir Káa. Já, nei, við erum ekki með það. Nei. Þannig að það er mjög sterkt að fá hana núna hérna í uppgjöf. Já, já. Já, já, nú þarf Káa að gera eitthvað og Helena fær boltan. Gott smass. Þróttur nær að bjarga þessu og sendir hann yfir. Aftur fær Helena boltan og þessi er inni. Já, góður bolti aftur og þessi er úti. Og munurinn 2 stig. Og Ásta eins og áður.
Vel gert þarna hjá Ástu, alveg vakandi þarna. Munurinn 1 stig og Þróttur tekur leiklega. Jæja, þá er bara spurning hvort við klárum leiki núna eða við förum í 5. hreinu. Já, þetta eru komin 4 stig í röð, þannig að K-liðið er á smá siglingu, eða góðri siglingu. Já, það má segja það. Og það er bara allt jafnt, nánast. Smössin 8 á móti 8. Þróttur er með 1 ás meira, meðan K er með 1 laumum meira. Og K að fá fleiri stig úr misheppnuðum uppgjöfum frá Þrótti. En eins og sést á grafíkinu þá hefur K aldrei verið í forystu í þessum leik. Eða þessari hreinu. Nei. En það er kannski tími til kominn. Jájá, Gígja skilar sem vel yfir og þetta er frábær ás. Þá er allt nýfjant. Ennþá er einhver á uppstillinginu hjá Þrótt, það er ekki nóg að sáttur þarna á. Flott móttaka Jónu en Essi fór á langt. Þá er staðan 24-23 og Tinna komin í uppgjöf. Góð uppgjöf, já. Þarna vantaði smá talanda. Það er þá á hreinu, við förum í framlengingu. Já, það verður Oddarinn að þessu. Já, Oddarinn alltaf hérna að segja, já. Og líkt á við fórum yfir rétt á hann, þá er þetta býsna jafnt það saman. Þróttur með 9 stig úr smössum á móti 8. 2 ásar hjá hvoru liði og blokkirnar jafnar 2. En Þróttur fær 11 stig út á mistök. Það er að 3 út af klikkuðum uppgjöfum. Já. Þess að K.A. fekk 9 mistakasteg á móti og það er að 4 eftir klikkar uppgjafir. Já. K.A. gerði nú reyndar vel að klára þessa hreinu. Byrjuðu hreinuna mjög illa. Já, en náðu sem aldrei að komast yfir. Nei, það munaði ekki miklu. Og forskot Þrótta var mest 7 stig. Já, það var ekki 9-2. Já. Ég held að það hafi verið þá. Þannig að það er bara að byrja 50 að krafti. Já, það er bara allt undir. Upp með hausinn.
alltaf verið til reiðu fyrir 50 hinna. Mahó í uppgjöf fyrir K.A. Dómararnir að vera klárir. Það er allt í reiðu. Góð uppgjöf og þessi er úti, mikilvæg, 1-0 fyrir K.A. Góður ás. Góð uppgjöf aftur. Nei, þessi var inni að ég sá. Ég er nokkuð viss það. Ja, þeir eru sammála bæði Marino og Alex að það hefur verið úti. Já. Glæsileg blokk hérna hjá Ástu. Nei. Það skiptir ekki máli. Þróttur skorar 2-1. Ára Heiða komin í uppgjöf fyrir Þrótt. Þetta er vel bjargað þarna, K.A. skýna boltanum yfir. Flottsmass og teka. Jöp. Þessi er úti. Og þá er það Helena fyrir K.A. Það er flott smass. Jónas skilur þessum yfir. Þetta má víst. Ég veit nú ekki hvort hún ætlaði að gera þetta en þetta er gott stig. En hér í gamla daga þá var ekki leyfilegt að boltinn snerti nettið í uppgjöf. Já, í fyrsta, já. Já, það er búið að breyta því. Já. Þá er staðan 6-3. Þetta var ás. Matthea tekur leikhlé. Það er aðeins að hreinsa hugan. Og það verður að hafa það í huga. Þessi hrinn er náttúrulega bara upp í 15. Já, og þegar annar lið kemst í 8 þá er skipt varnarhelming. Já. Þá hefst þetta aftur. Já, það er vandað í uppgjöf.
Góður bolti, Arnur er með hann. Pála laumar og þetta er flott stig. Ára Ásta fyrir KA. Góður bolti. Já, þetta er yfirstig. Það var Ásta áfram. Góður bolti. Já, vel gert hérna hjá KA. Staðan 6-6. Það er að gera vel núna og allt hnífjafnt. Ásta í uppgjöf. Já, glæsileg uppgjöf aftur. Þetta er vel gert hjá Þrótti, flott miðjuspil. Það var Ortega fyrir Þrótt í uppgjöf. Já, þarna vantaði einhvern upp á móti. Já, Makko er ekki ánægð með þetta. Nú segir Marno, hún ætlar að reyna að spila boltanum upp þarna. Ég held að þetta hefði verið alveg löglegt. Já, það var ekki, þetta er enginn að því. Nei. Þannig að það er skipt þetta fyrir mig. Já. Það er spurning hvort það sé betri að vera hérna meginn, hægra meginn. Það sé meðundur eða? Já, það er eitthvað svoleiðis. Það er allt klárt. Ortega í uppgjöf. Essir úti. Þá er munurinn 1 stig. Og Pála í uppgjöf. Skilar þessum vel yfir. Já, Þróttur þarf bara skilur honum yfir. Flott miðjuspil þarna en Þróttur svarar. Og Tinna smassar. Já, Tinna nær þessu. Þetta var góð skorpa. Það hefði getað enda hvernig sem er. Já, vel gert hjá Jónu. Slær hann í blokkina út. Og þá fer hún í uppgjöf. Já, nei, Andrea ætlar að skipta við hana, sýnst mér. Gerði vel á hann. Erfiður bolti. Essir inni. Heiða skorar. Þá er staðan 10-8. Og Særún komin í uppgjöf fyrir Þrótt.
frekar þarna af. Káa þarf að skila bara boltanum yfir. Þetta var rándýrt laumurstig. Já. Staðan 11-8. Matteo tekur leikhlé. Já, eins og við endum í upphafi leiks þá er þetta dálítill biti fyrir Káa-liðið að hafa hvorki Elmu eða Birnu með. En maður veit aldrei. Nei, maður veit aldrei. Jóna búin að eiga bara fína leik og Ásta líka, þannig að maður veit ekkert hvernig þetta hefði verið með Elmu og Birnu. Þannig að það var að Særún áfram í uppgjöf. Róttið vantar 4 stig. Já, Arnum tekur þennan og Heiðina. Það er góð móttaka hjá Pálu. Þetta var góð blokk. Það skiptist þarna á að smassa systurnar. Það var að lokum, Helena var að lokum blokkuð. Já, það er sterkt blokkið hjá þeim. Já, þær virðast vera með þetta alveg á hreinu þarna. Hún lét Helena ekki blokka frá sér og skilaði þessu. Nei, hann hlaut að koma að þessu. Já. Hún kæmist í gegn. Og þá er það Gíja komin í uppgjöf. Það er góð móttaka. Vel gert hjá Helenu þarna. Já, hún heldur þessu á lífi. Svo sannarlega. Já, góð blokk þarna. Þessi var inni. Já. Já, Matteo að reyna að koma einhver skilaboðum þarna á Marinóin. Já, Káa þarf að skilja sig yfir. Þetta var gott smass hjá Ortega þarna, klára leikinn. Það er þá Þróttur sem að fer hérna með 2 stig. Nú ef við
rennum þá líka yfir þessa síðustu hrinu sem endar 15-10 fyrir Þrótt. Þá tekur Þróttur 8 smöss á móti 4 eða stig. Já. 2 ásastig á móti 1. Það er jafnt á laumum. En þær eru að blokka vel. Það blokkuðu vel í þessari hrinu. Það er mjög dýrmætt að fá 3 blokkstig af 15. Já. Þá er með 4 stig eftir mistök móti 1. Já. En, já. Það vantaði þarna greinlega aðeins í sóknina, í smassið. En við sáum það að þær voru að blokka heilinu mjög vel þarna. Virtist vera með hana alveg. Þannig að þar með er bara útsendingu lokið okkur í dag. Já. En það við minnum á það er leikur á morgun klukkan 1. Það sem kallaða liðin K.A. og Þróttar mætast aftur. Já. Og við ætlum að sýna það líka. Þannig að við þökkum bara fyrir okkur í dag. Já, takk fyrir okkur.